Við erum komin til hennar Elísu í gæludýr.is hérna á Korputorgi. Sæl Elísa. Já, hei. Og takk fyrir að taka mót okkur. Minnsta máli. Þú ert einstaklega fróðum ketti, ekki satt? Já, ég hef mjög mikið áhuga á kísum. Já, og átt kannski margar? Já, 3. Já, ok. En hvað þarf að hafa í huga þegar við erum að kaupa fóður fyrir ketti? Það hlýtur að vera allskyns fóður til. Já, þú þarf náttúrulega að passa, hvernig kött þú ert með, hvað hann er gamall, er hann veikur og þarf hann meira og svoleiðis, en það sem þú ættir alltaf að hafa í huga er að gefa fóður sem er miklu kjöti í. Af því kettir eru 100% kjötætur, þannig að maður þarf alltaf að fylgjast með því að hafa mikið kjöt og svoleiðis í fóðrinu og kettir þurfa alveg til 3 sinnum meira prótein en fólk, þannig að maður þarf líka það að passa þessi próteinrikt. Þannig að þú getur komið í veg fyrir alls konar sjúkdóma með að gefa gott fóður. Já. En þú segir að þeir séu kjötætur, Já. En dýr eru alveg grænmetisætur. Er ekki einn og einn köttur sem er grænmetisæta? Ef þú myndir gefa ketti bara grænmetisfóður, þá myndi hann deyja. Já. Það er nefnilega þannig. Að þeir eru ekki eins og hundar sem eru aleldur eins og við. En að því kettir, mikilvægustu fitusýrurnar fyrir ketti koma allir úr kjötvörum og ef þeir fá ekki þessar fitusýrur, þá deyja þeir bara. Já. Þannig að maður þarf, að þeir eru alveg 100% kjötætur, þeir þurfa náttúrulega trefjar og svona dót og út í náttúrunni fá þau kannski líka smá gras og svoleiðis, en þeir myndi aldrei fara og fá sér hveiti eða þannig. Nei. Þannig að maður þarf alveg að hafa, alltaf passa að hafa kjöt og mikið kjöt. Já. En hvað með eins og vatnsneysla katta, erum við ekki að gefa þeim bara mjólk og rjóma og svona? Nei, nánast allir kettir eru með laktósóþol eins og við fólkið. Það eru ensími í líkamanum eins og hjá okkur sem hættir að vera í líkamanum eftir að hætta að fá kælingamjólk. Þannig að þeir hafa ekki lengur til þess að brjóta niður mjólkursykurinn. Já, ok. Þannig að maður þarf alltaf að gefa vatn. Það er alltaf lægi að gefa, þú getur gefið laktósófría mjólk eða rjóma eða eitthvað svoleiðis. En það er alltaf að hafa vatn og það er líka mjög mikilvægt að hafa helst alveg hreint vatn, skiptum það daglega út bara með venjulega skál. En svo er náttúrulega best að hafa vatnsbrunn fyrir kísunar, að því kísunar geta fundið lykt hvort þetta sé hreint vatn eða ekki. Þá kannski vilja þær ekki hreinlega vatnið sem er í dallinum. Já, og líka það að kettir verða ekki þyrstir eins og við, að því út í náttúrunni þá drekka þeir blóðið úr bráðinni, þannig að þeir eru ekkert að fara að lepja vatn. Þannig að ég myndi, alltaf mæla með því að passa líka mjög vatnsneysluna, vegna þess að það getur komið í veg fyrir alls konar sjúkdóma eins og þvagfærasýkingu og nýrnabilun og svoleiðis. Þannig að, og það er líka mjög sniðugt að hafa annarkvort stál eða keramikskálar, að því plastskálar það er meira bakteríu í þeim, safnast og það getur líka valdið ofnæmi. Já, ok. Þannig að það þarf að huga mörgu. Já, það er svona, já. Margt sem það þarf að fylgjast með, Einmitt. En feldurinn, nú skiptir hann mjög miklu máli, þannig að við þurfum að greiða kísunum eins og okkur sjálfum. Já. Segðu mér aðeins, hvernig getum við hugsað sem best feldinn þeirra? Það er ekki bara það að það sé gott náttúrulega að greiða með svoleiðis, þá ertu líka að styrkja sambandið við köttinn. Að þeir sleikja hvorn annan þegar þeir líka vel við hvorn annan, þannig að við erum vel að gera það líka. Og svo líka með því að greiða þeim reglulegt og koma í veg fyrir hárbolta, að því kettir eru rosa duglegir að snyrta sig, að með því að greiða þeim mikið, að þá ertu algjörlega að koma í veg fyrir það, eða svona, hjálpa rosalega mikið út af því að hárbolta geta verið hættulegir. Þeir safnast saman og geta fest í smáþörmunum og það náttúrulega getur verið alvarlegt. Já, þeir sleikja feldinn og þá koma hár. Já, að því á tungun á kísum eru svona brottar og þeir náttúrulega, þá rífa alltaf smá hár með. Já. Þannig að það þarf að fylgjast mjög vel með þessu og þetta, eins og ég sagði, frábært líka tengir saman köttinn og eigandann, En þannig að þeir eru með alls konar fylgihluti. Já. Það er ekki bara fóður sem við þurfum að kaupa fyrir kettin og dýrin okkar. Já. Það eru alls konar fylgihlutir og leikföng og annað. Já. En segðu mér, nú verða kettir og önnur dýr veik og fá alls kyns sjúkdóma eins og við mannfólkið. Já. Er eitthvað sem við getum fylgst með þegar kettirnir okkar er að verða veikir eða fá sjúkdóm? Eins og maður hefur oft heyrt í gamla tíð, þegar kísurnar voru að pissa hér og þar og það var tróðið tríninu onni pissið, þá átti að kenna þeim, það er bara big no, það má alls ekki. Og það er vanlega þannig að ef köttur byrjar að pissa á einhverju stað eða kúka, þá er hann að segja þér og honum líður illa og það er eitthvað að. Þannig að það fyrsta sem þú þarft að spá í er einhverja breytingar á heimilinu, er hann að sýna einhver önnur merki veikindi sem eru svona hættur að borða eða pissar mikið eða drekkur óþarflega mikið. Það er svona típisku
sem sýnir að það sé eitthvað að, en þeir gera alltaf með piss og kúk. Að því kettir út í náttúrunni þá myndi köttur aldrei sýna að vera veikur, þannig að það þarf að fylgjast mjög vel með þessu. Þannig að þeir eru ekki uppreist beint svona eins og maður kannski hefði haldið þegar þeir fara að gera þarfir sínar hér og þar heimilið? Nei, þú veist eins og kettir, þeir náttúrulega þú veist, þeir geta mótmælt því ef þú skiptir sand og eitthvað svoleiðis. Þannig að það þarf að, þú veist, fylgjast með öllu svoleiðis og maður þarf svona svolítið að fylgja þeim. Af því þeir eru ekki eins og hundar sem gera allt fyrir okkur. Þá eru kettir svona svolítið sjálfstæðir og maður þarf að svona fylgjast rosalega með hvað þeir fíla. Já, Herra Elísa, takk fyrir að taka mót okkur hérna í gæludýr.is á Korputorgi. Þetta heill heimur fyrir dýrin okkar. Takk kærlega fyrir að taka mót okkur enn og aftur. Takk.